Komið sæl, kærlustur og verið hjartalega velkomin í hlaðvarp Myntkaupa. Í dag föstudagurinn 25. júlí 2025 og Bitcoin í $115.843 og hingað mættur stórvinur minn Björn Harðarsson. Blessaður Björn. Blessaður sæl. Hvað syngur í þér? Bara fínt. Já, við vorum svolítið að tala fyrir þáttin að sérstaklega varandi reynda Solana, en það má líka segja að þetta varandi Bitcoin að nú erum við einhverjum $2,000 neðar með Bitcoin. En við vorum síðustu viku. Við erum á nákvæmlega sama staðeila með Solana, það í cirka $180. En munurinn að síðast þegar vorum að taka upp sérstaklega varandi Solana vorum við mjög svona ánægðir. Á meðan nú sentimentið neikvæðara, að það vonbrigði. Já, við fórum í hvað? Við fórum í 205 langar með að segja. Já, eitthvað kringu 205 og þetta bara svona sálfræðin í þessu einhvern veginn þannig að þú veist, maður býður eftir að fara hærra og maður býður eftir að fara 300 og síðan bara þetta fer eitthvað niður og í grunninn ég ekkert eitthvað neikvæðar á þetta að fara eins niður, sko, og ekki þessna verið að fara meira niður, ég veit það ekki, en ef þetta eins og þú segir, ég meina, þegar það búið að fara þessa hækku tölu, þetta mjög svona áhugavert að nákvæmlega sama talan með 7 daga millibili vekur mismöndi tilfinningar hjá okkur. Já, maður sér að það flest aðeins niður síðustu 7 daga. Solana ennþá 6-7% upp á 14 dögum, sko. Já, Solana sé 0,6% upp síðustu viku, basically break-even, Bitcoin niður 2% á viku, XRP að vísu niður 10% vikuna og við ætlum að fara við tölum það eftir yfir þetta svolítið, sko. Við þegar vorum að undirbúa þennan þátt þá vorum við svona sammála það að búið að frekar tíðindalítið ekki tíðindalaust en svona tíðindalítið frekar sem eðlilegt fyrir júlímánuð. En við náum þó að punkta niður nokkra áhugaverða hluti sem við langar að fá til að fjalla þessum. Ef við byrjum kannski á, og það verður, ég ætla ekki að segja endilega þema þáttarins, en ég mun svolítið vera að fókusera á Ethereum í þessum þætti. Og ef við byrjum kannski aðeins á að þú segir okkur frá áhugaverðri tölfræði sem hvað kaup, Ethereum kaup hjá þessum kaupallasjóðum og skráðum fyrirtækjum á markað. Já. Hvað þetta búið að vera mikið undanfarið? Kannski segir okkur aðeins frá því. Já, eins og við höfum verið að tala hérna, þá þetta búið að, þú veist, bæði hafa þetta, sko, þessi kaupallasjóði verið að bara svona virkilega fara af stað á Ethereum og síðan hefur svona fleiri og fleiri fyrirtæki skráða markað verið að, að fara þessar seilur að leið, að fara á setja Ethereum á balance sheetið sitt, sko. Já, þess að taka seilur Bitcoin-leiðina, taka þann snúninga á Ethereum. Og við höfum talað líka svona sett þetta í svolítið samingi, líka bara fyrir svona fólk til að átta sig á í ákvarðanum á markanum. Við töluðum daginn, þá töluðum við að þegar við tókum saman sem að kaupallasjóðum var að kaupa Bitcoin og pluss þessi eins og seilur, að þá var þetta jafnvel, sko, ég man ekki tölunum, var eitthvað starf milli eftir hvað maður var að byggja út frá halving, eitthvað starf með á bilunni 6-9 ár af nýju supplyi sem voru búin að kaupa á einhverjum x mörgum mánuðum. Nú ég með svona tölur varðandi Ethereum og síðan í miðjan maí og þú tekur saman allt sem þessi fyrirtæki og kaupallasjóðir hafa verið að kaupa af Ethereum, þá var það 32-falt af öllu nýju Ethereum sem kemur á markaðan. Og þetta ekki heilt ár, en 32-falt á þessu tempói. Já, ég segi bara eins og með hitt, það bara svona að segja bara að þú veist, eftirspurnin miklu meiri heldur en nýtt framboð. Og maður svona, þú veist, þetta virðist vera, finnst mér enda bara krypto yfir höfuð, en sérstaklega maður tekið eftir þessu með Ethereum núna, að það komið mjög mikil eftirspurn af Ethereum hjá, sem getur kallað svona high level playerum eða smart money, eins og sjóðum sem við erum að tala og ég búin að eiga í talsverðum samræðum
við ChatGPT varandi sko þetta Genius Act sem við fjöllum minni síðasta þætti sem Trump náttúrulega búin að skrifa undir þannig að það er orðið að lögum og ef þetta spilast eins og maður heldur að geri að þessi stablecoin markaðar sem núna eitthvað, ég veit ekki, $400 miljarder eitthvað strábilið 300 til 400 miljarder dollara markaðar, ef hann að fara í 2, 3, 4 trilljónir á næstu kannski 2-3 árum, hvaða þýðingu þetta að fara að hafa fyrir Ethereum til dæmis, ég spurði þetta líka hvaða þýðingu þetta myndi að hafa fyrir Solana en ChatGPT var þeirra skoðunar að hún sagði, þá ertu að fara að fá kannski Ethereum að fá kannski strábilinu 20 til 50% hlutdeild af öllum þessum stablecoin markaði og ef hann orðin svona stór og þessi þetta heldur að áfram að þróast í takt við það sem við erum að sjá núna á næstu árum að þá ertu mögulega komin með bara innviði í þessu hefðbundna fjármálakerfi sem að talsveruleyti allt innu byggður á bálkakeðum í Ethereum með mikla hlutdeild þannig að það ekki skrítið og náttúrulega ETH tokenið við tölum að það sé verið að kaupa Ethereum við erum talað að vera að kaupa ETH tokenið sem native tokenið á Ethereum bálkakeðinni sem bara bensínið, það olían á keðjunni þannig að það ekki skrítið að þegar maður að skoða það svona út frá þessu ljósi að þú hugsa bróker við erum að fara, þetta raunverulega eins og ef maður ímynda sér að það væri engar vélar til sem væri knúnar af olíu, bara sem dæmi. Olía væri einhver orkugjafi sem væri ekki orðin relevant af því að það væri ekki það væri engar olíuknúnar vélar til en við myndum vita eða það væri teikna á lofti og þá er ég að vísi þetta Genius Act og bara sem við erum að sjá það eru allt í einu heimurinn að fara að keyra á bílum og skipum og flugvélum og hvað það er. Auðvitað væri það ekkert skrítið að ég ætla bara að kaupa mjög mikið af olíu og eiga talsverða byrðar af olíu ef þetta verður orkugjafinn sem framtíðin að fara þurfa þannig sé ég þetta aldrei í Ethereum ChatGPT var sammála mér. Já og það sem þú ert að tala þetta aukningu á stöðugleikamyntum að auðvitað hinga til hefur það verið þannig að þegar bætt við supplyið af stöðugleikamyntum þá það alltaf svona indikator af markaðurinn af þessum hinum myndum í Ethereum, Solana og svo framvegis Bitcoin sé að fara að hækka og það hlýtur að vera svona mjög bullish fyrir þetta ef þetta spáin en auðvitað þetta breyttur heimur og svo svolítið mikil markaðurinn allt öðru sér núna heldur 4 árum síðan og ég ef þess að framtíða sín að stöðuleika með frumvarpið komið það talaði að margir sé að fara að taka þetta upp mín framtíðarsýn rauninni að við séum fara að nota stöðugleikamyntir miklu meira líka ekki bara til að fara inn í krypto til að kaupa Ethereum heldur líka bara til að borga vörur bara með sama hættu og við erum að nota dollar sko. Já. Ég held að muni byrja á því að ég held að sé stutt í það, jável bara ár 2-3 og gefum við kannski 3 ár að það muni ekki þekkjast lengur að senda dollar yfir landamæri á Swift-kerfinu. Það bara þetta það mikið yfirburðasystem að það að senda dollar milli landamæra á Swift-kerfinu ég bara neita trúa öðru en að þegar þetta verður búið að fá meira brautagengi að þetta mun byrja að taka við því. Það svona augljósasti ávinningurinn, það ekki flókið, það gleymist líka það sko, fyrir venjulegan einstakling. Það langt auðveldara þó að eitthvað kunna segja að hún finnist flókið að aðdafna sig í krypto eða á eigin veski eða hvað það samt langt einfaldara að senda stöðuleikamynt í milli veskja heldur nokkuð tíman aðdafna sig að senda Swift milli landamæra. Ég fullyri það. Meiri sér að þá tala sko fyrir einstakling sem kann hvorugt sko. Hann miklu fljótar að læra að senda dollar milli veskja á bálkjöðu og spara náttúrulega gríðalegt sko, og tíminn engin. Munurinn eins og að bara labba á milli landa og fljúa á milli landa líka í tíma sko. Já, einmitt. En ég held líka bara annað í þessu, ef að þessi svona stærri aðal að fara að nota meiri stöðuleikamyntir þá þetta eitt sem maður á eftir að sjá stækka líka, svo kallar DeFi, það sem hefur verið að ná í vexti á bálkakeðjunni framhjá bankakerfinu
að það málu búast við að vera stóra aukning í því og ekkit endilega þá bara menn sig að kaupa Ethereum og fá vexti á heldur bara að kaupa stöðleikamynt og fá vexti á það, sko. Nei, einmitt. Sko, það er ein frétt, ég þórandur ekki að fara með hvort hún hafi gerst í síðustu viku en ég allavega tók ég eftir henni fyrir núna í vikunni. Svona dálítið taktlaus frétt að því við erum búin að tala svo mikið Það menar ekki í takt við það sem við erum venjulega að sjá. Við erum búin að sjá svo mikið og fjalla svo mikið hvað fylkin í Bandaríkjunum eru orðin jákvæð gagnvart Bitcoin og kryptó. 3 fylkin alltaf búin að samþykja frumvörp sem hafa orðið á lögum Bitcoin Reserves. Og miklu fleiri með það sem eitthvað skonar svona á stefnuskráni allavega hvað sem verður, sko. Einmitt, og alltaf að bætast í þann hóp þar til að eru nánast enginn af þessum 50 fylgjum eftir bráðum. Connecticut hins vegar framar í öfuátt við stemninguna voru að samþykja lög sem taka nú ekki gildi fyrir í október en hann er búin að rita undir þau ríkisstjórinn. Og ertu búin að kynna þetta eitthvað? Já, svona örlítið. Þetta virðist vera þannig að lögin svona, þú spurleir þetta með yfir átt fyrir mér að þú veist, þau banna rauninni öllum ríkisstofnunum í Connecticut að annars vegar eiga hvers konar kryptó og bannar þeim að taka við því sem einhvers konar gjald fyrir eitthvað. Og það er með það stóra í þessu svona vonbrigðin fyrir marga er að opinberir lífeyrissjóðurins opinbera í Connecticut geta þá ekki keypt, sko. Það sem ég finnst, þú veist, fyrstlega mér er þetta ótrúlega stúpid að mörguleiti, hvernig tekuru best performing asset class síðustu 15 ára og best performing asset class síðustu 5 ára, síðustu 10 ára, síðustu 15 ára síðustu 12 mánuði skilur síðustu 24 mánuði hvernig dettur í hug þvert gegn stemningunni þegar sittandi forseti er að tala að gera Bandaríkina Bitcoin superpower of the world, crypto capital of the world en líka sem er bara svo fárlegt þegar ég minn lífeyrissjóðinni sem dæmi, þeir eru með ákveðna stjórn sem er falin ákvarðan að taka yfir fjárfestingastefnu og svo framvegis af hverju leifur þeim ekki bara gera það hefði örgulega talist ólíklegt að þeir hefði farið hvort þið er í að kaupa Bitcoin endilega ef þetta er stemningin hjá nóvembera. Þetta er þá mæntanlega lífeyrissjóðir ríkistarsmanna í Connecticut. Já, þetta eru opinberir lífeyrissjóðir sem eru auðvitað ekki nærið allir en einhverjir. En segðu mér eitt þá, ég veit ekki þú veist það, þú þekkir kannski lögin, þú þekkir lögin betur en ég veit ekki hvort þú þekkir lögin Bandaríkjunum betur en ég. Nú höfum við það í síðasta þætti að Trump væri að jafnvel að plana að gera forsetatilskipunum að gera lífeyrissjóðum kleift að fjárfesta í Bitcoin allavega. Það var varandi 401k og áðans ég veit að 100% það sem ég myndi halda alla líkur sér á er að það er eitthvað sem fallið undir federal sviðið, sko, alríkissviðið en þetta lögin sem Connecticut setja þau gilda þá augljóslega bara á state leveli, það er að segja bara fylkið, sko, skilur, þetta verður ekki áhrif á einhverja federal, sko, sjóði eða hvað það er, sko. En veistu hvað mér veist jákvætt við þessa frétt? Já. Sko, ef við hefum verið að tala um þetta 2021 þá hefðum við vantilega að tala um þetta en við hefum bara talað um þetta sem enn eitt dæmi hvað, þú veist, það var allt kerfið á móti Bitcoin. Já, maður svo vanur neikvæðu feedbacki frá establishmentinu. Já, nú erum við bara hissa. Mjög hissa. Að því þetta, eins og þú sagði, þetta er svona gegn öllu sem er búið að vera í gangi, eins og þú veist að tala um þetta fylkin, ég sá okkur að mynd þar sem að mynda fylkin sem var að skoða að setja rauninni að kaupa Bitcoin og það var eiginlega mjög fá fylki eftir þannig að þetta er mjög sérstakt, sko. Já, en líka bara, sko, þú veist leikjafræðilega finnst mér þetta svona heimskulegt af því að sko, þetta er svona svipa eins og, þú veist, ef við tökum bara leikjafræðina baka það því að Þýskaland ákveður að selja þarna fyrir 1,5 miljard evra eða hvað það var, sko,
sem er alltaf búin að eldast hræðilega, búin að missa 100% hækkun eða hérna meira sko, af því að segjum maður hefði bara ekki tekið neina ákvörðun að selja þetta. Það er enginn að fara að dæma þig eitthvað mikið, þú bara svo auðvöld rök bara, herðu, við bara erum búin að eignast þetta Bitcoin með eitthvað haldlagningu hvað það er og við bara setjum á þessu, við erum ekkert að pæla í þessu, við erum bara einbytt okkur að reksturins opinbera og svo framvegis. Það er enginn að fara að dæma jafnvel ef Bitcoin fer í 0 sko, af því að þú veist, það var ekki eins og þeir voru að hérna, það var ekki eins og þeir voru að kaupa þetta á markaðnum skilur og þurfu eitthvað að svara fyrir hvernig þetta ávaxtast, þetta er bara eitthvað sem er búið að koma til að með haldlagningu. Hins vegar ef þetta spilast út eins og þetta er að gera þú veist, búið að missa meira en 2-földun og ég held að það verið búin að missa 20-földun eftir 5 ár sko, þú veist, þannig að þú ert að setja því aðstöðu, þetta er svipað eins og þetta ef þið opinbera hefði bara ekki sett nein lög sem hvorki er að íta undir hérna að opinberi sjóðir sé að kaupa Bitcoin eða hérna banna Bitcoin kaup og hérna kryptokaup, það er enginn sem getur sagt neitt skiluru, þú veist þú sem löggjafinn, þú sem ríkisstjórinn, þú bara herðu, þetta er bara lífeyrissjóðin, þeir bara taka sína ákvæmna og standa og falla. Nú ertu eins og að setja það í stöðu þar sem kannski eftir 3-4 ár þá er kannski 30 fylki pluss í Bandaríkjunum búin að establisera Bitcoin Reserves á balansítið sitt, Bitcoin komið í, ég veit ekki, $500 eða hvað það er og þú allt í einu, já, en hérna þið opinbera, þið lokuðu fyrir möguleikan okkar að taka þátt í þessu. Þannig að mér finnst það mjög svona leikjafræðilega heimskuleg. Kannski er þetta ekkert skrítið samt, minna, þú veist, þetta er auðvitað þessi jákvæðan er auðvitað svo ný. Minna, ef að demokratar hefði unnið forsetakosningarnar, þá er ekkert fylki komið með Bitcoin Research, alveg 100% ekki, sko. Nei, einmitt, en ok, sko, við ætlum að fjalla nokkra hluti og þar með talið, þú veist, mér finnst raun og veru ekkert svo mikið Bitcoin að segja okkur að núna, það er bara að hanga frekar solid, jú, ok, það er einhver $7 niður, $8 niður frá hæstu hæðum, en hérna bara heldur frekar solid velli, sko, mér er miklu raunni meira tilefni til umfjöllunar varandi aðra rafmyndir. Já. Og ef ég tala aðeins spyrði aðeins út í sko henda nokkur spurningum í einu á þig við viljum að fara yfir í altcoinin og annan altcoin index sem núna er í 38 á CoinMarketCap langar að segja að við séðan í 55 nálægt 60 Já. Fyrir Greed erum við í 66 og við erum hérna við erum búin að sjá talsvara lækkun á altcoins í dag, síðustu 2 daga og ég ætla bara svona að unpakka þetta allt á þig og spyrja kannski líka síðasta var þetta merki ofhitnun á markaðnum, þessi hækkun sem við vorum búin að sjá síðustu vikur mánuði? Sko, ég get ekki svarað þessu með bara já eða nei, þú veist, að mínum mati út frá mínum viðmiðum myndi ég ekki segja ofhitnun, það er engin indikator sem benda til þess að markaðurinn hafa ofhitnað. En þú veist mátti markaðurinn við því að fara aðeins niður áður en hann held áfram upp engin spurning, það er bara heilbrigt en ég myndi segja, jú, þú veist, mörg altcoins voru búin að hækka gríðarlega mikið og við tökum bara eitthvað Ethereum með eitthvað þá er þetta gríðarlega mikil hækkun á stundum tíma. Hvað er í þínum? Búin að hækka eitthvað 125% síðustu 90 daga? Það getur verið. Ég held ég var rétt með það er eitthvað svo leiði sko. En ok. Já, en þú veist, já, minna já, ég er ekki alveg klára að þeir eru 50% síðustu 30 daga sko já, þannig að þú veist, það sem ég myndi segja að ekki þessu ofhitnun að því leitinu til að við getum eins og þegar ofhitnar svo gríðarlega markaðurinn að við getum verið að fara bara í bearmarket sko, ekki þannig en kannski svona allkvæmst að við kannski ofhitna þannig það var mjög líklegt að menn myndi fara að kaupa ná inn hagnaði með því að selja fyrir eitthvað og þú veist, og long term viljum við frekar sjá markað fara upp, aðeins niður, aftur upp. Mér alveg svo þú veist að tala áðan, mér að þú veist, við gætum verið að tala að sko, það sé eitthvað skonar flór eða eitthvað svona, sem sé núna á svona, bara Solana, eitthvað svona í kringum 180, það getur þetta alveg farið neðar, sko. En þú veist, þannig að þú veist,
Nei, ekki ofitnun, en mér langar aðeins að tala samt þetta Alcon Season Index. Ég reyndar oft með aðrar tölur en þú og ég ekki með þetta frá CoinGecko. Það ekki alltaf það sömu, það nokkuð svipað samt sem áður. Ef við setja bara svona í samhengi, og ég held að sé ágætt að rifja upp þessi viðmið, að því þú veist, þegar við tölum er Alcon Season, þá getum við annars verið að tala það bara svona út frá, eru Alcon að gera vel, eða nota þessi viðmið. Og bara til að rifja upp viðminn, þá viðminn þannig að það Alcon Season þegar 75 af topp 100 rafmyntum fyrir utan þetta stöðuleika myntir eru að gera betur heldur en Bitcoin á síðustu 90 dögum. Ok? Þú veist, og núna eru þetta svo langt frá því. Við erum út frá þessu viðminn sem ég með fyrir fram með, þá erum við 43, þannig að við erum nær Bitcoin Season. En þú veist, setjum við samt í svona samhengi við eitthvað annað heldur sem alltaf hugsa þessa 90 daga. Af því að þú veist, ef við farum í ár aftur í tíman og skoðum þetta, þá var henni 29, þá erum við nánast í bara full-blown Bitcoin Season. En ef við fyrir bara mánuð aftur í tíman, þá erum við 86, sem þýðir rauninni, ef að viðmiðin okkar er 30 dagar stað fyrir 90 dagar, þá bara Alcon Season. Og þá ég að miða við með lækkuninni sem búin að eiga sér stað síðustu 2 dagana. Og ég sammála því, það engin indikator ofitnun, ég meina fear and greed, þú veist, fór eitthvað aðeins yfir 70 í mjög stuttan tíma og þessi 90 daga mælikvarði hefur aldrei farið nálagt einu sinni, Alcon Season, kannski fór hann eitthvað nálagt 60, það að mesta við eigum að fara alveg í high 90s í svona full-blown Alcon Seasoni og við eigum líka að fara í extreme fear and greed extreme greed einmitt, algjörlega og sama þetta með retailin, hann ekki búin að koma full-blown inn, aðeins samt það sem gefur kynna að retailin samt að vakna aðeins með Google search á altcoins, þú varst að segja mig frá þessu. Já, var hann á 4 ára hæ. Já, þessu Alcon orðið, þá erum við með hæðst, við höfum ekki verið hærri síðustu 4 ár. Þannig að þú veist, það bendir til að sé svona að retailin sé að vakna og kynna sér þetta. En fyrst að retailin eða fólks að leita Google, þá langar mér samt að bæta einu við. Það sem ég var að sjá umfjöllun það, að þarna, þegar fólk að ætlar að fara inn á einhverja síðu af einhverjum svona dexum eða einhverjum verkefnum eða eitthvað svona Solana síðuna eða eitthvað, það á fólk það til að leita á Google. Og í dag bæði töluvert mikið af svona skam auglýsingum á Google sem bara að reyna að ná þeim nokkra svona síður sem lítur út þannig út og reyna að skama þau, að láta tengja vextskið og meira segja einhverju tilvikum það bara efst í leitinni. Þannig að þú veist, ég myndi alltaf segja eins og ég með ákveðna reglu, ef ég að fara inn á einhverja ákveðna síðu í krypto, þá fer ég inn á annarkvort CoinGecko eða CoinMarketCap og ég finn verkefnið og þar alltaf vefsíðan og Twitterin og svo frávegis, farðu þaðan. Já, góð regla, einmitt, mjög góða punktur. Af því það þú veist, einmitt, og maður hefur heyrt þetta með þá sem að niðurhala þessum veskjum, þú veist, að þeir séu jáfnvel með bara svona alveg identical, þú veist, skamútgáfunar bara alveg. Og ég held að þú finnir veskin líka og að þú færði allt í kringum þetta inn á þessum síðum. Já, einmitt. Ekki nota Google. Einmitt, bara mjög góð regla ef maður ætlar að fara í einhver svona æfingar að þræða sig í gegnum, til dæmis CoinMarketCap eða hérna. Ég fíla persónulega CoinMarketCap mest, það svona go to sé, menn ég minni inn á CoinGecko en ekkert samt. Já, ég nota það örugglega bara meira gömlu vana því ég byrjaði þar. Já, en CoinGecko það bara mjög góður síður, Ekki spurning, Ok, það eitt coin sem við erum búin að vera að tala náttúrulega mikið og ekki hættir en áhverð að tala maður samt í samíki við ofitnun því það coin sem ég sýnist allavega svona í fljótu bragði þegar ég að skima yfir þessar svona topp myndir XRP sem niður 10% síðustu 7 daga, það náði ævintýralegum hækkunum, það keyrði fram úr öllum, meira sér í Ethereum, það hækkaði meira í Ethereum, það var myntin sem outperformaði allt og við gríðalegt hæp
nú velti ég aðeins fyrir mér eru þeir að lenda okkur vegg hana þú talar sem ég get ekki reynt þig þegar ég segi að það hafi náð all time high að því að gera samkvæmt en samt general consensusin það allan að náði miklu nær all time high heldur mikið af þessum verkefnum sko. Einmitt, ég held að við bara miðum við coin market cap í slaðarpi þannig að það var just shy of it vantaði eitthvað 5-6% stór sala hjá Insider hjá þeim XRP upp á okkur við getum þannig að þú kannski aðeins tæklar þetta sko, og svo endur á hvernig þú ert að meta ástandið, útlitið framhaldið í XRP sko bara engin spurning bara þú veist, XRP bara myndin þetta árið upp á hækkanir ekki þetta árið sem að vorum við ekki bara sjá þessa hækkanir fyrst bara hérna í einhvern manni kannski allan í vormánuðum við sáum að rally byrjaði í nóvember þá ferður $0,5 í 3,30 það sem engendi það í þessum allkon bear market sem við fengum að það ná að halda svo vel í þessar hækkanir þannig að allt eitt var að droppa eitthvað 70% og eitthvað, þá var það kannski að droppa 30% svo þegar þetta fer að stað þá hækkar þá tekur það aftur og outperformar allt hitt sko. En núna erum við 3 rétt rúmlega. Já, sko hluta til held ég, þú veist, ég sá svona áhugaverðu pælingu að, þú veist, miðað við síðasta bullmarket, sko, þá voru þetta mjög margir sem á svona retail sem seldu hérna XRP sitt, en það var ekki eins mikið selt af Ethereum, þannig að þeir áttu mikið inn og við rættum að þeim síðast líka bara, þú veist, að því að markaðurum var slæmur fyrir XRP fyrra því þeir voru í þessu dónsmálum, þannig að þú veist, það var ekkert að hreyfast eins mikið, en þeir eru þetta með gríðarlega hérna digga fylgjendur, það engin með digga fylgjendur eins og XRP, eins og hefur verið að segja Cardano, en ég held bara fyrir utan alltaf Bitcoin, en já einmitt, af það var að tala í þessu altcoins sko. En sko ég held að við getum, þú veist, við gætum örgulega sagt, menna, það er þetta bara eðlilegt á einhverju tímapunkti þegar einhver mynd sem hefur hækka meir en allar aðrar myndir til samans, eða þú veist það er ekki til samans heldur. En mögulega til samans þegar þú tekur sko dollara til töluna, hvað er bætt á market capi sér. Ef þú myndir taka Ethereum út fyrir söga, þá get ég trúa að hækkanar Ethereum á hérna XRP sko total combined dollars added to market cap af því að ég veit að það er óvart sko til samans, en ég er ekki frá því, en ok. Já, og þú veist, þá er alveg eðlilegt að það taki síðan þegar kemur einhver svona smá drop þá er alveg eðlilegt að leiðréttingin eða droppið á því sem að hefur hækka mest muni lækka hlutfærslega mest líka, þú veist, það er þá mikið af fólki sem hefur keypt sem að situr á miklum hagnaði og er þarlandi að selja, það er alveg nægileg skýring, en svo er þetta annað í þessu og það er kannski svona sem eitthvað sem maður hefur alltaf séð hjá XRP og þú veist, kannski er ósanngjarnt að vera að tala það beint frá XRP, því það er þetta bara líka hjá mörgum öðrum og það hefur alltaf verið svona, þessi founderar hafa verið að selja, þetta lengi vel var það rauninni fyrri founderin sem fór út úr og stofnaði Stellar sem er rauninni samkeppni við XRP XLM, já og hérna samkeppni við Ripple þar að segja og hérna, en það hefur verið fréttur það að einn af co-founderun Chris Larsen að hann sé sennilega búin að allavegna færa yfir á kaupallir 106 miljón XRP sem er eitthvað bilinu 330 eitthvað kringum $340 miljón jafnvel segja sumir að það sé 167 miljónir XRP 500 miljónir það er þá meira en $0,5 milljarður já og þú veist, við erum ekki að tala að Ripple fyrirtæki sé að selja til þess að geta fjármagna einhver þróun eins og þurfum við sjá með ETH Foundation selja sko. Við erum að sjá bara founderinn er að selja sjálfur og þetta, þú veist er það kannski alveg eðlitt að það gerist alltaf reglulega, en þetta geta alveg verið hlut af skýringunni, hvort sem er skýringin að það leiðir verði niður eða fréttin það færin verði niður og þú veist, getur vel verið, það er ekki vitað hvort það sé verið að selja þetta í OTC, sennilega stór hluti OTC, mögulega geti verið einhvað af þessu væri verið að selja yfir í eitthvað fyrirtæki sem ætlar að búa til þessu svo kallar XRP Treasury, en ef svo væri, þá myndi ég segja að það ættir að fara leiðina sem að Ethereum Foundation fór. Það var bara tilkynnt að þeir eru að selja Sharplink Gaming
hluta af einhverju og þessum er þá bara færsla yfir og voru geimt á öðrum stað og aðrir er að kaupa það. Ég ánsi að við hugmyndum það, mér þykir líklega að það sé ekki verið að selja þetta á OTC, sé bara að selja þetta beint á markað, en það rýma líka við að hverju þeirra að lækka talsveit meira heldur en hinna myndinar, þó svo eins og bendir rétt til á að það getur verið eðlilegt þegar eitthvað er búið að hækka svona mikið. En sko, ég myndi segja að það væri svakalega bullish ef í ljós kæmi að þetta væri OTC trading. Fyrir þær sakir að þá eru komið staðfesting á því að einhver high level player, líklega eitthvað institution sko, er þá hinum einu borðið tilbúið að kaupa kannski $500 million af XRP sko. Já, eins og gerðist í tengslu við Ethereum. Já. Þú veist, að þá eru komið með, þú veist, ekki það að maður eigi að þurfa eitthvað meira confirmation að XRP sé, þú veist, alvöru projekt er með market cap upp á $200 million fyrir að vísu þessar lækkanir sko, og veltan á token er oft $10 million plus á Solaring sko, þannig að þú veist, en einmitt með við veltuna sem er í gangi á 24 klukkutíma basis þá er engin vanda að fá fínt verð sko fyrir, þú veist, $300 million sölu sko, eða þú svona bara gerir það á aðeins styttri tíma sko, en jú, kannski aðeins á loki bara á hvernig er þetta að sjá svona framhaldið á XRP. Finnst ég eins og þetta sé núna dálítið bara nú er svona þeirra tími búin í spotlightinu, mun bara vera solid og að koma að einhverju öðru, eða eru þeir aftur að fara að stela, það er sem við búin að gera, þeir eru bara að stela spotlightinu með þessu svaka rallyum, gera þetta líka síðast, en megna tímanum hafa þeir bara verið solid. Já. Ég er ekkert endilega vissum að XRP sé að fara outperforma allt konst, bara því ég er smá trú að því að það sé bara svolítið næstu vikur, mánuði eru bara margar myndir að fara að keyra upp en ég hef samt ekki endilega trú að því að þeir mun ekki standa sig vel í þessu. Ég held bara að það er bara svo mikið af fólki að núti sem að hefur svo mikla ofurtrú á XRP svo er bara annað sem þú veist maður sér líka, við erum alltaf að tala um retail er ekki komið tilbaka en sá retail sem að hefur þó komið mest tilbaka er í XRP. Já, það er 100% rétt jáður sko. Við finnum alveg sjá að svarta hvít á myndköpum. Retailin sem er komið tilbaka hann er búin að streyma rosa mikið XRP. Já, og ég held að sé að því maður hefur setjum með í svona stærra samhengi og sé hvað svona fyrra árin í vor hvað aðrar myndir voru að hækka og jafnvel einhverju leiti núna að þá voru þetta rosa mikið svona eldri project. Einmitt. Og þannig ég held að raunin sá retail sem er að koma tilbaka er ekki bara XRP retail, það er gamall XRP retail. Já, og ég er ekki að segja þessi allir, en ég held að sé alveg stór hluti af fólki sem hefur átt XRP áður og er að kaupa aftur. Já, það er örugglega alveg sannilegt sko. Og fyrir þeim, þú veist, eins og ég, það sem er í raun og veru sorglega staðrend fyrir XRP en staðrend enga síður sem okkur er rétt og skilt að benda á sko, er að við erum að sjá verð sem vekur mikla athygli og ánægju núna í XRP holdur $3 sko. Það er samt verðið sem var í gangi 2018 sko. Já. Skilurðu? Já. Sem gera verkum að einmitt, það rýma líka við það, ef þú varst í kryptó þá alltaf líður ekki svo að mista af neinu, ef þú varst síðast eitthvað fikkt af XRP í $3 fyrir 7 árum og er komin aftur á hvert XRP sem núna, það er sama verði, ok. Og þar alveg á XRP eru bara helling inni með að við, þú veist, mögulega hækkunni, við gefum okkur að myndir hækja á millega, en á móti kemur þetta er svo hátt market cap, þú veist. Ég ætla alls ekki að útiloka þú veist, XRP í helling inni, en manni finnst samt rétt að benda á að það er alveg mjög margir haldnir rangumundum burðina sem XRP hefur, þú veist, að maður heyrir að bara flæðir allt social media manns, ég bara alltaf að sjá í story hjá mér þegar ég er að skoða einhverju gaurar bara ok, hér er það sem þú þarft að skilja til þess að fatta af hverju market cap skiptir ekki máli varandi XRP og maður er bara, þú veist, og ég meina, maður er að vinna í þessu, skiluru, maður hristir auðvitað hausinn við þessu, en það er fullt af þú veist, það er fullt af fólki sem er að koma inn í kryptó
sem að hafa sambandið mann og segja, já, veist þú af hverju market cap skiptir ekki máli fyrir XRP og maður bara, þú veist, market cap skiptir alltaf máli fyrir allar eignir. Það fullt af fólki sem að kíkir ekki á market cap, það kíkir á því að þetta kostar $3, það nú ekkert mikið að hækka upp í $10. Já, einmitt, það til þetta líka. Það er náttúrulega eftir komið svona kannski enn meiri nýgræðingar, sko, en ég að segja, það fólk sem ekkert vitlaust fólk, bara ágætlega vel gefið fólk, sem bara kannski samt ónýtt fyrir þennan heim, að það heldur að market cap skipti ekki máli og ég reyna að benda þig á, sko, þú voru átt á því ef XRP fer í einhverjum svona fáralar tölur sem ég vil ekki inn að nefna hérna, þá myndast bara að sjálfsög svo gríðaleg sölupressa frá þeim sem eiga sem gera verkum að það getur aldrei farið í þessar, ég treysti mér ekki til að segja getur XRP farið í $20, það má vel vera en þegar það fara að tala um einhverja fárala hluti eins og $1.000, getur maður fullist fyrirvaralaust, það er ekki fræðilegu möguleiki að gerist og fólk virðist ekki átt að segja á að ástæðan fyrir það getur ekki gerst er að sölupressa sem myndast á leiðinu upp er það mikil að en við erum búin að takla þetta svo getum við bara sagt bara örstutt þú veist þetta er ekkert bara XRP, við getum talað með Ethereum líka þú veist, ef þú verður að bera saman Ethereum og Sui eða XRP og Sui ég nefni Sui bara eitthvað sem dæmi það þarf auðvitað miklu minna fjármagn hægt tvöfald að verði á Sui heldur nokkuð tíman XRP eða Ethereum, það hefur ekkert með XRP að gera ástæðan fyrir þú talar um þetta er hluta til bara þegar alltaf verið að tala um þessa miklu hækkun sem XRP eftir að ná okay. Sko stórfrétt, fókar sér ekki svo mikið fyrir henni en þó eitthvað Trump Media kaupir $2 miljardar Bitcoin Já, það fór ekki rosa mikið fyrir þessu Nei, en samt svona eitthvað Já, Trump Media er semst að setja Bitcoin á eitt af þessum fyrirtækir sem að er að fara að fjárfesta í Bitcoin eins og Michael Saylor og mér var svolítið áhverð sko, ég sá viðtalið Don Jr. og hann var að tala þú veist, bara mjög eðlilegt bara, þú veist þetta er svona sérstakt allt sem er í gangi, sko, að þú veist Trump familjan er með fyrirtæki út allt sem er með Trump Media þú ert með World Liberty Finance skiluru og þeir eru með puttan í öllu, þú veist, hvað er conflict of interest sjónarmiðin, sko og hann komst með ágætis punkt fannst mér, hann sagði sko, þú veist, það sem fólk þarf að skilja sko ástæður að við erum, þú veist, all in í krypto eða svona heavily invest í krypto það hefur umverulega miklu meira að gera sko með nauðsyn heldur en endilega að vilja spekulera eitthvað með krypto sko, það er bara, þú veist, þessi tækni sem við, þú veist, notum til að manúvera okkur í fjárfestingar og svo skiljur, þetta er bara svo miklu betri heimur tæknilega að athafna sig þú veist, skilur, þú veist að mér fannst það svolítið svona þetta var raun og veru alveg bara svona fárala búlis og þetta er það sem allir sem hafa kynst þessum heimi ég er aldrei, þú veist eitt af því sem svona opnaði virkilega dyrna mínar fyrir, þú veist, allt góðins eins og Solana og allt þetta, það er einfallega bara þegar þú byrjar að nota þessar lausnir, ég meina þú þekkir þetta sjálfur skilur, þegar þú er aðtafna á Solflare eða hvað er, þú finnur bara ok, herðu þú veist, þessi railways tala nú til að vera að færa orkuna sem peningar eru ef við erum einhvern farin að operate og aðtafna okkur á þessum járnbrautarteinum sko, digital járnbrautarteinum framtíðarinnar, digital og decentralized, þetta er bara svo 100 sinnum betra kerfi heldur en legacy kerfið sem við erum einhvern ennað og eitt sem ég myndir Ripple notar mikið sko að þú veist, kerfið sem við erum með það er dollars and days eða days and dollars og við erum að færa okkur yfir framtíð sem er seconds and cents veist, það er heldur gott sko þannig að þú veist, hann var alltaf að segja það sko, þetta er ekki lítið á því sem við séum eitthvað spekulerar á krypto er bara það sem við erum að nota því það er miklu betri tækni sko. Já, svo var líka annað að ég hlustaði á það bræður Erik og ekki Don Jr. Á Bitcoin Conference og þau sögðu líka frá því hvað var til þess að þeir fóru að skoða þetta mikið og það var það að hvort það var fyrirtæki fjölskyldunar var að lenda í því að bankar voru að loka þá Já, einmitt, út af bara þú veist, PC sjónarmiðum það er að segja bara, þetta var svona þegar cancelkultúrin svona flög sem hæst sko
pældi í þessu, þú veist bara heyrðu, þú ert hérna tengdur manni sem óæskilegur fær ekki aðganga bankaþjónustu og þetta ekkit óalgengt og í Bandaríkjunum, pældi ég, við erum ekki að tala um í Norður Kóreu það sem ég er að meina það er ekki óalgengt að áhugi fólks byrjar eftir slæma reynsla bankakerfinu, ég held að það sé örugglega meðal Íslendinga sé alveg þó nokkrir sem eru hrifnir af þessari hugmyndafræði eftir að hafa lent illa í íslensku bönkunum eftir hrun til dæmis. Einmitt, ekki spurning sko. Já, þannig að og talandi Trump fjölskylduna finnasta frétt vikunar Donald Trump heimsækir Jerome Powell í Seðlabankann og fyrsti fórstinn til að gera það síðan 2008 þá var það George Bush yngri þegar Ben Bernanke var settur seðlabankastjóri í miðri fjármálakrísu þannig að það er mjög óalgengt og einhver myndi segja óeðlilegt ég ætla ekki að segja, ég veit ekki um hvort það sé endilega óeðlilegt en það er alltaf óalgengt að sýndi fórseti heimsæki seðlabankastjóra á hans heimavelli og ég hvet alla sem hafa gaman að því að bara sjá eitthvað fyndið og hlæja er að kíkja á þessu stiklu þetta fárlega fyndið, þið líður eiginlega eins og þetta að horfa á Saturday Night Live þið líður ekki eins og þetta að horfa á horfa á forseta Bandaríkjanna að tala við seðlabankastjóra þetta ótrúlega fyndið, þeir eru líka bara það sem gera svo fyndið, þeir eru með hana þessa hjálma sko og já, þetta svona eins og einhver Will Ferrell skett sko og réttir hún skjal og segir að þú ert múin að eyða og allt á mikið þeir eru búin að gera það á fyrir einhverjum $2,5 milljarðar í endurbætur á húsnæði Seðlabankans 2 byggingar og ég, veist allir ekki að þykjast vita hvað eldís en mér finnst það, við erum að tala meir en 300 milljarðar króna sko, manni finnst það að vera alveg galinn fjárhæð en ok, gott og vel og þeir fóru fram úr því, segir Trump fóru í 3,1 eða 3,2 milljarðar dollara og hann verður svona allir mjög eitthvað svona, verður allir mjög vandræðalegur á svipin, Trump tekur eitthvað blað, jú þið eitthvað svolítið, sjáu hérna og bara hann eitthvað, er þetta frá okkur? Já, og svo segir hann eitthvað, nei, þú ert að bæta við hérna þriðjubingunni, þetta er 5 ára gamalt verkefni, sko, og Trump bara svona hummar þetta sér bara, nei, þú eitir þessum pening, þið eitir þessum pening en kemur samt eitthvað svona smá jákvætt í þetta, hann klappar honum á bakið og segir ég er ekkert að fara rekan það er bara gott að það myndi lækka stýrivexti. Já, þetta var í gær svo kemur frá Trump í dag ég fekk það á tilfinningunni hjá seðlabankastjóra að hann væri að fara að lækka vexti. Já, þannig að sjáum til það er vaxtarákvörðun næstu viku. Já, einmitt og eitt sem finnst mér samt svo jákvætt er að við erum búin að sjá þó þetta momentum rísu upp á rafmyndamörkum líka, þetta má benda á S&P 500 líka sko, en þó mun meira á rafmyndamörkum þú veist, þetta er búið að gerast áður en vextir hafa lækkað. Já. Þú veist, eins og þú sagðir sem var mjög rökrétt, þú veist, að mómenti sem þú varst að býja eftir vaxtalækkun, sem bara mjög safe position að vera með. Við erum búin að sjá þetta hækka eins og reyndar ef maður vil vera svona neikvæði leiðilegurinn, sko, það er hægt að countera þetta argument pínu og benda á þessi markaðir eru mögulega bara búin að vera að verja sig svolítið gangvart lækkun dollarsinn sko, sem búin að lækka svo mikið. Þetta ekki, þú veist, ég held að S&P sé potið niður að maður myndi bera markaðin við evrur sko, í þessar hækkun. Rammyndir eins og að hækka það mikið að þær eru samt búin að outperforma alla gjaldmiðla. Já, það sem ég segi í þessu samhengi sko, er að ég er ekkit endilega bjartsýnn að verðu vaxtalækkun í Bandaríkjunum í næstu viku, eða tilkynnt. En ef að það yrði að þá gæti ég alveg trúa því að við keyrum alveg hressilega og allt braunin í keyru og þú veist, við samhengi við það allir að peningamagni í umferð í Bandaríkjunum í all time high núna og það hefur áhrif á þetta líka þannig að þú veist, það yrði áfram þó við sem að sjá þessa hækkun sem jákvæð þrátt fyrir en þá ef að það bætist við sjálf vaxtalækkun þá held ég að við sem að fara að keyra svolítið ekstra upp. Já, það hljóma bara mjög sennilegt. Áður við förum í bókahornið, þar sem þetta síðasti föstudagur mánaðarins. Þá langar mig að henda bara einni stóri spurningu í þig. Hún samt ekki svo stór, hún ekki svo dramatísk, en mér skipta máli. Hún einfaldlega þessi. Lítur Ethereum best út af öllum myndum markaðarins, eins og staðan í dag?
Já, ég myndi segja það. Alveg engin spurning, sko. Og þú veist, við erum bara að sjá hérna við samanburði við Bitcoin, þú veist að þá hérna í þessari lækkun þá var, þú veist, hérna Ethereum að sína miklu meiri styrkleika heldur en Bitcoin og bara á þeir, þú veist, miðað við hækkuna sem var búið að vera, það hefði þeir átt að lækka töluvert meira, þannig að haldið sér ágætlega, sko. Og þú veist, fyrir heildarmarkaðin þá segi það sé bara frábært að því að þú veist, við viljum sjá Ethereum sterkt til þess að markaðin færist niður í hina myndunar. Og hækka 40% var Bitcoin síðustu 30 dagar. Já, það er svo. Það er rosalegt. Það er Bitcoin líka búið að hækka slata, sko. Ég ætla einmitt að segja það. Já, ég tekil undir það með þér og það er, þú veist, það er eitthvað gaman að sjá þetta, þú veist, ég hef stundum kannski tekið þátt í líka en að, þú veist, umtalið hefur ekki alltaf verið jákvætt Ethereum. Nei, og það er bara lengi verið bara Ethereum með stedt, sko. Og nú er það svona virkilega sjálfur Já, þú hefur tekið þátt í tökum það inn í, þú veist, samt, ok, við höfum verið að tala með það í sambandi Solana og engin spurning, það er bara 70% öllu trading volume er á Solana, þú veist, mesti hagnaðar á bálkakæðum er á Solana, en við vorum að tala stöðuleikamyntir aðan, það er mjög samt áhugavert og mikilvægt að skoða það að þú veist, meirinn helmingur öllum stöðuleikamyndum er á Ethereum. Og þú veist, við gætum alveg séð þetta svo kallega real world asset narrative, þar sé að setja alls konar eignir, þar sé að hlutabréf, fasteignir og svo framvegis á bálkakeðina, þá eru þetta bara Ethereum prime stöðu til að gleypa það aksjón, sko. Öryggari lengri og svo framvegis, sko. Ekki spurning, sko. Þetta er bara ljómandi gott fyrir svona þetta sem við ætlum að tala en þá er komið að bókahorni númer 2 í sögu þessa hlaðvarps og hvað ertu með hérna? Þú ert auðvitað með 2 bækur en ég veit þú ert bara fjallum hérna. Já, ég er að setja það svolítið í samhengi. Það er ekki víst að þú þekkir endilega bókina og þekkir kannski frekar myndina. Ég er bara að lesa bókina og ég er bara að sé myndina. Það var að gera mynd eftir þessari bók hérna að fólk sjá þetta og þú veist, bókin heitir Accidental Billionaires, já. Myndin heitir Social Network. Já, þetta er semst sagan á bakvið Facebook, eða réttara sagt sagan á bakvið hérna, Facebook og sem að vera að fara mjög rosalega mikið í þessa svokallega Winklevoss tvíbura sem að sögðust hafa að Zuckerberg hefði stólið hugmyndinni og það er svolítið svona það verið einhvers konar merit í allavega því að það var allavega að gera dómsótt upp á ég man ekki $400 million eða hvað það var nei 65 million dollar var það átalan, já, þeir vildu fá 400 en fengu 65 já. En þú veist, og ástæðan fyrir okkur er ég að tala þessa, það sami höfundur skrifaði síðan setna bókina Bitcoin Billionaires og það er bókin sem er í umfjöllunar. Þetta er semst bókin það sem gerðist fyrir þessa tvíbura eftir að þeir kláruðu þetta mál eða jafnvel fyrr, sko. Nei, þetta já, ok, ég hef ekki lesið bókina ég held að þetta gerist eftir eins og ég allavega heyri söguna, ég hef ekki lesið þessa bók, ég hlusta þetta podcast með höfundunum, tala um þessa bók og hann var að tala um þetta var í raun og veru ákveðin afsökunarbeini líka til þessara tvíbura því að hann vegur dálítið illa að þeim í fyrri bókinni sinni og hann sagði ég hafði bara mjög neikvæð sína á þessa menn, mér fannst þetta vera eitthvað svona stereotypan af arrogant spoiled privileged jocks, Ivy League educated jocks, sko en eftir ég actually kynntist þeim þá átti þeim á því þeir eru bara eiga ekkert þannig tal skilið, þetta eru well-mannered high integrity klárir, duglegir gaurar og hérna hann sagði að það sem byrjaði svona að kveikja mögulega væran í ruglunu með þetta er að þú veist, hver eru líkunar ef þú ert eitthvað hálfviti eins og hann raunverulega held að þessi gaurar væru að þú sért sko á byrjunarlínunni í 2 svona paradigm-byltingum sem annars vegar social media og hins vegar svo Bitcoin og krypto, sko. Já, og það er það sem að gera þessa bók svo áhugaverða, því að þú veist, þeir tapa þessu öllu þarna, þú veist, með mjög líklega áttuður stóran hluta þessari hugmynd, þarna Facebook hugmynd,
og 2012, þú veist, það ekkit margir að pæli krypto 2012, það ekkit mikið af svona wealthy einstaklingar að pæli krypto 2012, þeir rauninni kaupa sitt fyrsta Bitcoin 2012. Þú veist, sagan byrjar einhvern veginn þannig, þú veist, að þeir hitt einhvern mann á Ibiza og fara eitthvað að pæli þessu. Og þú veist, á einhverju tímapunkti, ég veit ekki, 2012-13 eða eitthvað, þá höfðu þeir verið að kaupa bara svona frekar svona leynilega, getur við láta mikið byrja á því, og áttu eitthvað 1% af öllu Bitcoini sem var hann í umferð. Sko, þetta er eina fyrstu sögunum sem ég heyri þegar ég að koma inn í hann heim 2019-20 og sagan það eins og þú segir, sko, þeir eitthvað í Ibiza svona dálítið að sleikja sárin eftir að hafa tapað gegn Zuckerberg en samt ekki algjöru lúsir að eiga $65 million, þú veist, eftir þessa dómsátt sem er gerð og það er eitthvað svona tölvunördi einmitt á Ibiza, sko, sem er eitthvað bara herðu, þú veist, þeir er virkilega að pæla í Bitcoin, sko, þeir voru fyrst bara eitthvað ekkert spennti fyrir sig, hann talar og þeir eru bara eitthvað að drekka margarítar og hugsa bara, hlustu bara á hann að gaur, svo bara hætti gaurin ekki að tala og þeir á endanum eru búin að, sko, drekka í sig allt þetta tal, þeir svo tveir einir upp á hótelherbyggi og það sé bara allt í hitt hann Eureka moment, bara eru Bitcoin, þetta er bara e-mail, þetta er bara e-mail technology of money. Þú veist, þú veist, og þú þarft augljóslega að vera mjög klár og mikill visioner, sko, til að geta í svona aðstæður, þú veist, það var lögðið sig eitthvað að mikið voru þeir eitthvað heppnir eru ekkert að gera með þetta. Það var mikið leiðaðum til að byrja með fyrir að vera þeir keyptu það fyrir $1,5 million þegar Bitcoin kostaði $7. Þeir eiga mökk mikið og svo stofnaði líka náttúrulega kaupurinn að Gemini í New York. Já, og undan því, þarna bara fyrstu árin, þegar þetta eru þetta mjög svona skrítin hópur í kringum þetta, þá eru þeir í kringum allan hópur, Roger Ver og þeir stofnuðu, fóru inn í fyrirtæki með Charlie Shrem, Instant, sem var eitthvað svona að treyta þessu og það er alls konar sögur svindl og hakk og þeir voru alltaf að reyna að vera fara varlega að vera heiðarlega fara lögum, en hann var alltaf einhvern veginn svona ystu nöfi einhvern veginn hann enda ekki en Gemini held ég alveg bara rock solid sko, þú veist, svona þeir einmitt, ég fíla þess að gauðra alveg í tætlur sko. Þetta er alveg svona skemmtileg og svona hálf reyfarkend saga líka bara svona allt sem var í gangi. Ég ætla að lesa þessa bók, ég sverða þú ert ekki að fara með hana heimtilinn, ég er að fara að taka hana og ég ætla að lesa, ég alveg tala hún er búin að vera á listanum mínum þessi bók alveg lengi, sko, þetta eru ógeðslega skemmtilegi gaurar og já, ég ætla að lesa og þeir eru skítrættir á tímabili, sko, maður væri brotist inn í ef maður rétt já, földu er þetta ekki eitthvað út öll Bandaríkin eða svaka kerfi, sko rosalegt, í alls konar bankahólfum, sko, sko. Og rústuðu svo held ég hardverinu, þú veist, voru búin að gera orðið á þetta er mögnu, þá koma bíómyndum þetta alveg 100% þá koma bíómyndum þetta sami höfundur, ákveður ekki að gera bíómynd nr. 2 einmitt, ég segi það herðu, Björn, þetta var bara frábælega skemmtileg þáttur og ég þakka ekki hella fyrir góð spjall og ég þakka ykkur kæru hlustundur og áhrendur fyrir samfélgina. Þangað til næst, verið sæl.